Ja, Gústi, hvernig eru svona fyrstu viðbrögð eftir þetta tap á móti ÍR? Gríðarleg vonbrigði. Við spilum afleitlega, sérstaklega varnarmegin. Allan leikinn, alla 4 leikhlutana. Við erum að fá á okkur alltaf mörg stig og alltaf auðveld stig. Við erum að skjóta 70% 2 stiga, 42% 3 stiga og vinna frákastinn á móti okkur. Og það er rauninni ótrúlegt að við skiljum vera yfir meirihlutann þessum leik með þessa tölfræði og með eins slaka varnarleik og við spilum. Það er rauninni ótrúlegt. Eins og þú segir, þá eru þið yfir svona lengi, þið eru alltaf svona 10-12 stigum yfir og svo fer þetta niður í 3-5 stig og svo aftur upp. Hafðir á tilfinningu að þeir myndu koma tilbaka með að við spilamennskuna ykkar? Ég er bara alltaf hræddur þegar ég er að spila leik þegar við náum ekki að stoppa. Það er rosalega erfitt. Við lendum bara nákvæmlega í því sama í fyrra að vera í leik þar sem við skorum nánast að vild. Við gátum ekki stoppa og það var bara tilfelli líka í kvöldi. Við getum ekki stoppa þá líður mann aldrei vel. Þegar þeir eru að koma tilbaka þá eru þeir sýna þeir mikla baráttu og svona, þú veist, komast inn í hausinn á þínum mönnum. Mér fannst sjá pirring, fannst þér líka sjá pirring? Já, við vorum mjög fljótt pirraðir, bara nánast í uppkastinu. Þannig að við vorum að pirra okkur á hluti sem við höfum litla stjórn á. Við vorum að pirra okkur á alltaf mörgum hlutum. Raggi átti sérstaklega góðan fyrri hálfleik og var að hirða fullt af sóknarfráköstum. Svo spilaði hann lítið kannski seinni hlutann af seinni hálfleik. Hver er ástæðan þar? Það var bara varnarlega. Við ætluðum að reyna að fara meira í það að skipta. Og það er auðvitað lítið á því tilbaka. Við höfum kannski átt að hafa Raggi inn á. Það gekk ágætlega þegar hann var inn á. En við ætluðum okkur að fara í að skipta meira og það var erfiðara að hafa Raggi inn á þá. Aðalega vorum að horfa á það varnarlega. Varstu eitthvað sérstaklega ósáttur til dæmis í tæknivilluna sem þið fáið þegar þeir eru að taka vítaskot? Var það eitthvað svona sem að fyllti einhvern mæli? Ég veit náttúrulega ekkert hvað fór þar á milli, en ég veit bara að við vorum að fá fullt af aðvörum. Þannig að þegar það er búið að gefa mér aðvörum þá þarf kannski ekki að segja mikið. Þannig að það kom svo sem ekki óvart þegar það var búið að gefa okkur aðvörum. Hvernig líst þér á framhaldið? Miðað við holdingunum liðin í kvöld, þá bara líst mér ekki vel á það framhaldið. En við tökum núna 2 daga, við þurfum að leggja höfuð í bleyti og reyna að finna lausnir á okkar vandamálum.